Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum. tl.is Velkomin aftur í Míludeildina. Ég heiti Jón Ingi og með mér í dag verður það Brimar. Brimar, vertu velkomin. Takk fyrir það. Gaman að sjá þig hérna með mér á borðinu. Það nú algengar að ég sé á borðinu í þetta vor tímabila einhver ástæði. Og þú ert hérna ennþá. Ég er hérna ennþá. Þið losnið ekkert við mig. Það er bara svoleiðis. En við erum að fá eitthvað skemmtilegt kvöld. Já, í kvöld er raun undanúrslit. Það sem við erum að fara að sjá hérna Arena Gaming á móti Gold Diggers. Og sem sagt sigurvegarinn í þessum leik er að fara að keppa móti Clutch upp á titilinn. Já, móti Clutch, það er aldrei gaman, en það er alltaf erfitt. Við höfum áður séð Gold Diggers vinna allavega leika móti Clutch. Já. Og MAP og síðan Arena Gaming, þetta er ekkert eðlilega sterkt lið. Þetta er ekkert eðlilega sterkt lið. Og þetta er, það eru búin að keppa nokkru sinnum móti Clutch, ekki mikil hefni. En ef æfingin er komin almennilega í gang, það er alveg séns. Já, algjörlega, en talandi kannski kvöldið, erum við ekki búin að sjá þetta líka bara nokkru sinnum áður núna bara í vor? Þetta er þriðja skipti í þessari deild. Þriðja skipti í þessari deild. Það var sem sagt í þarseinustu viku, ef mann rétt. Já. Nei, þetta. Það var fyrir 4 vikum. Já, það er alveg langt síðan þetta var. Þetta var fyrsti leikur. Ef við kíkjum bara á brackets í smá stund, ég held að kemur allt upp þar. En þar minnir mig að fyrsti leikurinn hafi verið, fyrsti leikurinn var sem sagt Clutch á móti Ravi Höttur og síðan Arena Gaming Gold Diggers. Voru við með það á streymi? Voru við ekki bara með fyrirleikin? Grunar að við höfum verið með Clutch-leikin. Já, við minnum það. Já. En Arena Gaming 2-0 móti Gold Diggers. Þannig að þau hljóta að vera komið með eitthvað nýtt gameplan hérna fyrir kvöldið. Já. Og ástæðan af hverju Bangsumann er ekki hérna á borðinu er að því að hann er að þjálfa. Nei, Arena eru líklegari til að vinna. Það er bara hvernig staðan hefur verið í deildinni. Það var 2 ár unnið á móti Gold Diggers. En ég myndi aldrei skrifa Gold Diggers út. Nei, Gold Diggers múið koma bara frekar skemmtilega óvart finnst mér. Og svona, eiga þessi miðstig eins og sjáum hérna á borðinu fyrir á bakvið okkur. Það er 2-1 hérna Gold Diggers getnar af í Höttur. En annað en það virkilega flott lið og skemmtileg bara samsetning af fólki. Já, þetta er akkurat, ég hef alveg trú á réttum dag. Þá er Gold Diggers að fara að vera topp 2 lið. Bara eiga mjög góðan séns í Arena. En það er líka slæmi dagar fyrir Gold Diggers sem er svona vandamáli hjá þeim. Við höfum síðan hitta bara hverju einasta skoti sem er að taka og síðan aðra daga það sem er hitta kannski einu á hverjum 3 skotum. Þannig það mun fara mjög mikið eftir bara dagsforminu. Já, algjörlega. Dagsformi skiptir náttúrulega öllu máli og sérstaklega þegar liðin eru bara svona jöfn í deildinni. Síðan eitt annað sem að þarf kannski að minnast á. Veit ekki hvort það sé kostur eða galli. En Arena Gaming er að keppa hérna upp í Arena Gaming. Já, það er nú eins gott að nota kannski bara heima völlin hérna til að spila. Það er alltaf stemming í því, en spurning hvort að þess hafi komið þá ekki með sín leikliborð og mús og heyrnartóla því að það er ekki voða þægilegt að mæta hérna og lenda í því að vera nota leikliborð og mús eða þú ert ekki vanur sko. Það er alltaf eitthvað smá verra að spila hérna á svæðinu. Og það hjálpar alveg að vera með teamboostið, bara teamóralin, liðshildina, en óvíst hvernig Arena Gaming spilar undir þessum kringumstæðum. Já. En, vítóið síns mér bara að koma inn. Já, það er bara poppar inn hérna. Ég gerir ráð, við erum ekki alveg með upplýsingar eins og hver byrjaði. Gerir ráð fyrir þetta ekki Arena Gaming fyrst, eða er Gold Diggers fyrst? Arena Gaming fengur sem sagt að velja hvor byrjaði og þeir leiðu Gold Diggers að velja. Já, sem að passar með við pikkin hérna. Arena Gaming elskar að biss af einhverja staði. Mest náttúrulega búin að spila eins og ég veit ekki hvað á þessu mappi. Bind frekar klassisk pekk hjá Gold Diggers. Það vilja endilega vera á þessum eldri möppum finnst mér. Þannig að við erum að fá hérna, við erum reyndar að fá,
þetta passar ekki, það er Abyss Bann og Abyss Pick, ok, nú veit ég ekki hvað er rétt. Við höfum lent í þessu nokkrum sinnum áður, við kannski bara hendum þessum út og við bara giskum á okkar eigið og segjum bara að þetta sé sirka svona. Það er Split sem að vantar hérna inn. Já, en mér finnst ekki, ef að Arena Gaming er númer 2, þá hlýtur þetta að vera Split Bann hana númer 2. Right. Jú, það passar. Og mér finnst það, já, hana poppaði þetta rétt inn. Akkurat. Þarna ég gerir ráð fyrir rétta vídeóið. Já. Við erum þá að fara að byrja á Bind. Skemmtilegt map. Já. Það er alltaf þessi teleport sem að gera, já, svona möguleika á allt öðris í spilamennsku heldur en öllum öðrum uppanum þar sem þú ert svo snöggur að fara á milli sites og sérstaklega þá sem attacker og býr til þessi, já, ég myndi segja meiri möguleika fyrir það og það er samt þröngt svæði til að komast inn á bæði sites. Já. Þannig það er pínu erfitt að komast inn en ef þú ert góður í að feika að þú getur spila bara pínu aftarlega og flutti liðið þitt yfir á næsta site áður en að ég raun Defenders eða þá gabba hann að Defenders fara alla leið yfir. Það er nóga möguleikum allan finnst mér fyrir attackers þrátt verið að vera svona pínu þröngt til að komast fyrst inn. Það getur verið smá heiluleik fyrir mig en síðan til dæmis sérstaklega á B-sætinu það er ekki hægt að ríkteika. Nei, það er skelfilega leiðilegt að komast þarna inn þegar þú ert með göngin þarna á bakvið og það er eina leiðin inn en eina leiðin er eiginlega bara að vera með 2-3 í flanki. Nákvæmlega. Taka bara 2 í flankið, fara bara í teleportið en þú veist á saman tíma ef að fólki sem er að spila á móti veit hvað það er að gera þá er alltaf einn að passa upp á flankið sé ekki á leiðinni. Það er erfitt rítake allavega en síðan ef við ekki bara fara yfir line-upin hjá þessum liðum. Jú, algjörlega. Spennandi að sjá líka bara hverjir eru að fara að mæta. Við viljum kannski fá bara Arena Gaming hérna fyrst upp. Við höfum akkurat séð mjög mörg mismunandi line-ups. Já, sérstaklega eiginlega frá finnst mér Arena Gaming að það ekki. Goldiggers. Ég til eiginlega bara bæði liðin. Já. Þetta er, ég held hvorugt liði sé með sama line-up, bara 2 leiki í röð. Kannski Arena stundum, en Goldiggers voru mjög mikið bara í því að rótita hver var að spila. Það var held ég 8 manna roster, 2 þjálfarar og ég held bara einhver mjög svipað en að hjá Arena Gaming. Já, 2 þjálfarar, mér finnst það að vera einum of mikið að þú spyrir mig fyrir svona deild. En samt upp á það bara að þegar að eitt liðið, að einn þjálfarinn kemst ekki, þá er alltaf einhver sem getur hjálpa liðinu út. Já, á meðan þessi þjálfarar eru með sömu hugmynd og sömu liðskipun að þá algjörlega getur það passa. Við fáum akkurat hérna Arena Gaming upp. Ég vona að þetta sé þá line-upið í kvöld. Þetta var skráða line-upið á Challenger Mode í morgun. Já, það er spurning hvort það hafi munað að breyta því fyrir daginn í dag af því að ef ég man rétt var þetta line-upið í síðasta leik hjá Arena Gaming. En það er sem sagt Áskvís, Mist, Barasara, Pera og Elkur. Já, 2 nöfn sem að mér finnst vera búið að standa pínu upp úr, Pera og Mist. Að vera að spila virkilega vel og hafa sín svona moments þannig bara í öllum leikjum og geta bara algjörlega stýrt heilu rándi fyrir sig. Já. En á móti missa þær pínu liðspili finnst mér. Það vantar alltaf pínu inn. Mist ofta að spila einhvers staðar og hinar einhvern veginn þurfa lenda oft í vandræðum ef að Mist er ekki með þetta magic moment en það er bara virkilega flott line-up. Elkur nýkomin inn í liðið, hún er búin að standa sig ótrúlega vel. Já, algjörlega. Elkur er búin að koma inn bara virkilega sterkur spilari og síðan er náttúrulega Barasara og Áskvís einhverju sem við þekkjum. Áskvís geggjaði support og Sara er bara á moment sem að bara make engan sens. Já. Hún sýnir stundum bara að hún sé miklu betri og er alltaf bara consistent bara að gera sitt starf. Já, algjörlega. Þannig að við erum með svona alls konar og hérna akkurat fáum við upp þær á móti Goldiggers. Já. Club Penguin, Penguin, hvernig þú segir þetta, er alltaf jafn skemmtilega nafn. Horizon, Simple Pipples, Young Annie og Taskmaster Tony. Já. Ekki kannski jafn stór nafn ef við svona hugsum það þannig.
nöfnin í hinu liðinu hafa komist oft lengra með fyrrum liðum eða Horizon samt leikmaðurinn, ein leikmaðurinn sem hefur náð, ég man ekki hvort það var 7 eða 8 fröggum í einu rándi. Það var Sage Revive, Clove Ult og náði... Phoenix eða hvað? Nei, það var... Það var komin í 7. Já. Einu leikmaður sem hefur náð því. Þannig það er alveg ferilskrá. Já, þú veit allavega metið í einhverju. Það er spurning hvort að þetta sé bara besta sem að hefur náðst á, eða var, ok, ég verður reyndar að spyrja, var það á mynd? Á mynd? Var það strengt hérna? Já, það var strengt, ok. Já. Og síðan er til dæmis Plöpp Senguin, það er leikmaður sem að ég er búinn að vera að fylgjast mjög mikið með. Þetta er einn besti aimerinn í deildinni. Spilar aðalega bara ISO og bara diffar. Já, ég er búinn að heyra það fyrir eitthvað mikið, bæði frá Leo og Bangsimon. Bara diffar. Já, bara diffar. Það er eitthvað sem að, en þú verður að eiga góðan dag ef þú ætlar að vera að diffa aftur og aftur. Já. Og það er akkurat það sama kannski, hinum megin með Mist og Peru. Mér finnst það akkurat, þær geta verið bara að diffa sjálfar. Já. En akkurat á móti að fer algjörlega eftir deginum. Síðan, þetta er flott lið, það eru náttúrulega með nóga stóran hóp til að vera flakk á milli. Já, Jón Ani er akkurat ný í liðinu. Já. Svona einn af nýri leikmannunum spilaði minni með Reís seinast þegar ég sá hana allavega og stóð sig alveg vel með við nýjan spilara sérstaklega. Já, það er alltaf gaman að sjá einhverju nýjan spilara og raun bara mikilvægt að sjá einhverju nýjan spilara að fá hérna inn fullt af einhverju flottu fólki. Já. Og síðan er Shrimply Pitbulls og taxmesti er Tony. Þetta eru bara headshot velar. Headshot velar, já. Þetta er á góðan dag, þá er þetta bara eimdiff að mesta leyti. Og núna eru búin að vera að æfa meira, eru að reyna að bæta liðshildina. Þetta er væntanlega bara nokkrir einstaklingar sem skráðu þessu seinast. Ákvað að halda áfram. Já, nokkrir einstaklingar, 8 núna saman. 8 núna. Þannig að búið að bæta við einhverjum einstakling hérna inn í hópinn náttúrulega. Voru 5 minni með seinasta tímabil. Já, þannig að... Já, það var seinasta þegar þær byrjuðu. Já, búin að bæta vel í hópinn og komum kannski með akkurat pínu meiri leiðseild, akkurat 2 þjálfarar og eitthvað slíkt. Já, bara góð vinátta, góð leiðseild, bara búin að bæta sig ógeðslega mikið síðan þær byrjuðu. Já, verður gaman að sjá og kannski bara hoppa yfir í spána þína fyrir viðureikniða. Ég, eins mikið og ég held að þetta sé að fara 2-0 Arena Gaming. Ég vill sjá 2-1 fyrir Arena Gaming. Já. Ég ætla að segja að Arena Gaming sé með slæman dag og ég ætla að segja 2-1 fyrir Gold Diggers. 2-1 fyrir Gold Diggers? 2-1 fyrir Gold Diggers. Já, það... Ég veit að Gold Diggers, þetta er ekki uppáhaldsmöppið þeirra hérna Abyss Pearl, en ég ætla að hafa fulla trú á þeim og ég ætla að skjóta það að Arena Gaming verði með slæman dag hérna í kvöld og mér langar líka bara pínu að sjá Gold Diggers í úrslitum. Já, ég skilði það alveg, en ég held... bara þrátt fyrir að Gold Diggers sé geggjalið. Ég held að þetta verði meira spennandi með Arena Gaming á móti Klöts. Já, maður heldur það og eins og við sáum núna fyrir 2 vikum þegar Arena Gaming og Klöts mættu síðast, svona byrjunin af fyrirleiknum, frábær hjá báðum liðum, báðar koma sér svona, bæði liða koma sér á stað og var frekar jafn leikur út í gegn. Sáum, moment hjá Arena Gaming, en töpuðu samt 12-3 og síðan akkurat næsti leikur byrjar svipað, en sáum einhvern veginn aldrei sama power í Arena Gaming liðinu. Það lentu bara undir og voru ekki jafn sterk bara í gegnum hvert ránd fyrir sig. Þetta er smá tempólið. Já, algjörlega. Við erum komið með Agent Selected og Instalock bara hérna frá attackerunum Arena Gaming. Við erum að sjá Abyss fyrst. Er það þá ekki Arena eða? Abyss. Það er hérna, við vorum með Bind hérna og Abyss á skjánum okkar, en ég giska að sé það... Það gæti verið að sé Víkslatt. Já. Mér finnst það mjög líklegt að þau séu möppin, séu raun rétt af því. Þetta eru eiginlega möppin sem að þessi lið elskar að pikka og Arena Gaming náttúrulega elskar að pikka Abyss. Þannig að Gold Diggers velja þá líklegast Attacker Side. Já. Og við höfum séð það að
bara eiginlega flest liðin, allavega topp 4 liðin í þessari deild elska að byrja á attackers. Já, það er svona ákveðið svona statussymbol að segja bara ég ætla að byrja í árásinni og það er yfirleitt léttara að spila vörnina. Þannig, þú veist, bara reyna að klára attacker í liðina. Já, þú segir að það sé léttara að spila vörnina en mér finnst við alltaf verið að sjá frekar að bara lið sé að ná sér fleiri stig þegar það byrjar á attacker-sæt. Já, gæti alveg verið. Gæti alveg verið en það er satt alveg rétt hjá þér, ég raun á þetta að vera öfugt en það er bara kannski hvernig þessar stelpur spila leikinn og hvernig þessi lið koma sér inn í þetta. En við hoppum hérna inn í leikinn, sjáum akkurat Gold Diggers, Attackers, Arena Gaming, Defenders til að byrja með skemmtileg picks hérna báðum liðum, allt öðruvísi lið sem við erum að sjá, það er engin eins. Er það rétt? Nei, þarna, jú, ok, það er Arena Gaming sem fekk Attacker-sæt, þá er spurning hvort að Gold Diggers hafi valið Defenders. Já, það gæti alveg verið og þetta er svo örugt að spila Defenders. Já, en ef að Arena Gaming hefði haft valið, ég skal næstu lofa því þær hefðu valið Attackers. Já, en þetta er bara öryggið, svona, þú þarft ekki að byrja að stratta allt of mikið. Þú ert meira bara, þú veist, í því bara að slaka á, bara hitu, byrja með það smá. Það er þægilegt öryggi. En Breachstunni hérna komið út frá Ásquís gerir ég ráð fyrir. Ekki alveg með augun á þessu, nei, Söru. Og fyrsta flaggi kemur hérna fyrir Simply Pibbles en Ásquís fljótt taka hann tilbaka, fínast treytina. Núna ekki enn. Tekur hérna 2 hausa. Núna nálægt ég að ná að tryggja rándið aðeins Jóru, við fengum að sjá Jóru. Klöpsengun hérna á Jóru. Ætla að reyna í ríktekið hérna og Klöpsengun tekur út hérna fyrsta killið á Peru. 2 eftir, 2 og 2. Spurningar með þessu. Og Taskmaster Tony svakalegur hausina, bara Ásquís eftir og Ásquís klárar hérna síðustu 2 killin og sigrar fyrsta rándi hérna fyrir Arena Gaming. Já, virkilega vel spila hjá Ásquís, smá mistökarna hjá Gold Diggers voru báðar að horfa í sömu átt, áttuðu sig ekki á því að Ásquís var ennþá á sætuðum bara, en við sjáum hérna, það er engin sami agent í öllum leiknum bara. Já, bara í öllum leiknum, þú veist, við erum að horfa á 5 mismunandi agents í sikkoru liðinu. Já, þetta er alveg virkilega aggressive competition hjá Gold Diggers. Við erum með hérna Neon Jóru, vilja alveg fara strax inn, Omen getur teleporta með og fínasta util hérna frá Taskmaster Tony. En á meðan er þetta mjög hefðbundið fyrir utan kannski Deadlock. Ég hef ekki verið að lesa mikið metabókina hjá Deadlock, en Deadlock er náttúrulega bara mist. Þetta er uppáhaldskarakterinn. Já, þú veist, hún pikkar þetta sama hvað eiginlega, nema Vice á ákveðnum möppum. Hún spilaði Vice hérna fyrir 2 vikum, en við erum að sjá mjög svipaða byrjun hérna, round 2, Simply Pibbles, Trip hérna, Sellercam og Diggers. Fá samt alveg mikið pláss hérna á aðinu, sjá að það sé enginn að bíða þar fyrir utan og sýnist allavega að Blöpp vera að fara yfir í rótitið. Young Annie sem mætt á staðinn en hún ætlar að færa sig yfir, spurning hvort þær vilja leita einhverju pikki eða búið að vera mjög nálægt hérna, Elgur svo nálægt í að spotta hérna Omen hérna. Omen samt að spila þetta mjög vel hérna, ekki að píka neitt, vita að hún er one shot. Það er samt engar upplýsingar tilbaka, núna er Blöpp að fara að taka á mótið þeim hérna á aðinu. 5 sekundur ekki tími fyrir rotate og það hafnaði vel í burtu hérna. Spurning hvernig eftir því kemur. Elgur er á góðu verki hérna en Ásquís tekur hérna út fyrsta flaggið. Ásquís tekur annan næra niður en Simply Pibbles tekur hérna aftur niður. Þeir að bjóða hérna vilja bara ná 1 eða 2 flaggum og segja gott. Þetta verður átlóð rétt svo missir af Peru. Pera ætti að geta náða læðist fyrir aftan hana. Og klára rándi.
virkilega vel spila hjá Arena Gaming. Tók reyndar alveg sinn tíma að koma sér hana inn, en eftir að þeir komið sér inn þá tók þetta nú ekki langa tíma fyrir að koma bara sprenginu niður, taka alla út og áskvíst að byrja vel. Næstu mjög stór mistök þarna frá Elker að hafa verið að lurka hana með outlaw-in og fekk svo sem að finna fyrir tíð þegar Shrimply tók hana út, en Shrimply Pitbulls náði ekki gera mikið með outlaw-in. Smá peningur allavega tekin af Arena Gaming. Goldiggers núna á fullu kaupi. Elker aftur með outlaw. Sýnst að vera bara fljótt aðpús en að reyna að nýta bónusrándið á meðan Elker er að lurka á myndinu. Gott setup samt hjá Goldiggers eins og eru í raun mjög svipuðu línu og síðast, en ætti að vera með meira til. Eru samt smá bara að eyða Util. Já. Gáðu einhver hljóð frá sér, Omen Smoke-inn kom út, eittu ekki neinu meira, voru samt einhvað að hóta einhverju hérna á aðinu. Þeir ætla bara hérna að skilja mist eftir á lurkinu og fara yfir í rotatið. Það er svona, mér finnst þetta að vera smá klassískt svona íslenskt play í Valorant. Bara allir fara saman í A-mainið eða einhver stað þar, skilja leikmann eftir og fara í rotatið. Spurning, Elker spottaði hérna Neon. Núna ætti að B-tekið að fara að koma. Fyrst á fínu lurki. Slútið samt sínum smell. Plantið kom niður og Goldiggers spilda rólega, fara í retakið. Shrimply með fínasta kill hérna nær sætinu og núna er enginn að fara að koma í baki á Goldiggers. Það að vera fínasta náttúruna en Pera nær hérna góðu skoti á Young Annie. Spurning hvort Shrimply Pitbulls, það er ekki alveg staða en nær allavega einum á leiðinu út. 3-3, Envelope Sanguine. Bjarga málunum, tekur hérna út 2. Núna þurfa þær að fara að ná defusinu. Komin á sprengjuna en Shrimply Pitbulls tekur síðasta fraggið og klárar roundið og nær Goldiggers á bara borðið. Já, virkilega vel spilað, nýttu algjörlega peningin sem voru með þarna yfir Arena Gaming, bónusroundið ekki að duga og þó að Arena Gaming komist þarna inn þá var Goldiggers klárlega ekki búin að nota allt of mikið Util til að byrja með. Shrimply Pitbulls gerir líka vel, Nightbloom skotum hana inn og bara frekar örugt retake. Áttu reyndar ekki allt of mikið tíma eftir en voru 3 á eina. Það veist ekki mikið meira en það. Áður samt, hvað var þetta? 2-3 byssur frá þeim. Já. Alls ekki slæmt fyrir bónuslandið, mætti verið betra. Núna ég gerir ráð fyrir að þær síni aftur bara pressu, ekki viss hvort það er þoru að rössja þetta. Sýnist það samt. Sófa þær að ná í öruna hérna, Dassi kom út frá Elker, dassar inn. Það sem að Tony smókuð af, en Envelope Sanguine tekur allavega að mista út. Það ætti að vera 4-4 í retakinu. Tilbúin að reyna með retakið. Fá hérna smá upplýsingar og Young Annie tekur hérna út fyrsta fraggið af retakinu, reynir að ná söru en Sara tekur hérna út Shrimply Pitbulls eins og það er að taka Elker. Þetta fínustu treytina en síðan í endan þá datt þetta smá niður fyrir Arena Gaming þar sem að þeir píkuðu 2 saman. Bara enn og aftur gott round hjá Goldiggers. Virkilega vel spilað þannig að þetta er bara mjög yfirvegu spili hjá báðum liðum. Ég er ekkert að drífa sig inn, engin svona asnaleg mistök sem við erum að sjá hann til að byrja með og ég er eiginlega bara akkurat að fara kannski eins og maður býst við til að Arena Gaming nær hann á pistolroundinu, allt í lagi með það. Goldiggers tapa síðan næsta roundi, eru ennþá að spila pistols, vinna síðan á móti bónusroundinu og taka síðan annað round. Þannig að Arena Gaming ætti ekki að vera með allt of mikið pening en samt ekki í slæmumálum minna. Skjóðina á öruna en fínist Elker að vera komið mjög djúpt hérna inn.
Spurning hversu langt hún kemst. Klubb að fara að spotta hérna mögulega. Það því ekki alveg, en það samt einhverjar upplýsingar. Þau komnar með sætið alveg örugt, en Gold Diggers ætla bara að spila saman í retakeinu. Helga næri Tony, en tekin út af Horizon. Mjög mikil trade-leikur sem við erum að sjá hérna. Ásquís og Annie treyta hérna 2 og 2. Núna þetta aftur 2 á móti 2. Lélegu tími fyrir stönnið, en Pera nær ekki að klára skotið hérna og Annie tekur út 3. killið sitt. Núna þetta mist 1 eftir á móti Swifty Pitbulls og núna 1 eftir á móti Young Annie. Náðu að breyta sig yfir í 1v1 og aftur þá annar 1v1. Young Annie ekki með mikið health. Þetta bara 1 skot í body. Hún þarf að stikka þetta hérna eða hvað. Hún reynir skotin. Mist næra klára roundið. Vel tryggt hana frá Mist. Hefði geta verið smáfallegara, en hún allavega nær að tryggja roundið. Já, algjörlega. Við sjáum reyndar hérna, það pása. Demon Axel sem að calla timeout hérna, sem þjálfari Arena Gaming. Og hvað heldur hann sé að tala um? Það alveg fínasta spurning. Já. Það Mér finnst bæði lið ekki verið að gera eitthvað svona hrikaleg mistök og bæði lið að skjóta. Já, en samt þær búa til ákveðið svæði og Arena Gaming situr alveg til í það að koma sér inn á site. Já. Gold Diggers bara bíða í staðinn fyrir að taka fightið og reyna að spila rítiki saman. Nota til akkurat aftur tilbaka. Arena Gaming bakkar alltaf mjög mikið út, finnst mér, nema akkurat í þessu rándi. Þetta var alltaf öðru sér ránd. En jú, það náttúrulega mjög mikið. Við sáum hana þegar Ásquís og var það ekki Simply sem að náði hann, nei, og Young Annie sem að náði hann á 2 á móti 2. Já. Það var bara guns og þetta voru 3 playerar úr hvor liði, nei, 2 og 3, já, 2 playerar úr Arena og 3 úr Gold Diggers, sem að notaði ekkert util til að koma sér inn í þetta fight. Já, þetta bara, þú veist, bara taka hrein píkina án þess að vera með neitt, flassi eða neitt. Það alveg góða líkur að það sé verið að tala um það. Eða bara það að, já, akkurat, henda í meira lurk, Lurki búið að vera að virka vel, en við erum að sjá bara nákvæmlega sama play nú. Já, þetta bara mjög fínt play að þeim. Gefa Elgur hérna, Omen sem sagt hjá Gold Diggers næri upplýsingar á miðjunni, en gerir ekkert með upplýsingarnar. Reynir ekkert að fæta miðjuna, gefur þetta bara. Sem getur verið gott, getur verið slæmt. Núna Jórult komið með upplýsingar á Jett. Núna ekki Jett að vera tekin út hérna af Omen. Nei, Jett vinnur slægin hérna. Spurning hvort Simply að klára. Gerir það hérna. Núna allar hérna spila bara fyrir Sovult og Astrastjörnu. Þær vita það, vel spilað hana, ná góðu plossi. Annie tekin út af Mist. Club tekur út Mist hérna. Inn eftir á móti 2, Sovult komið út og tryggir rándið hérna fyrir Arena Gaming. Já, sjáum hérna 2 rounds í rauða, það sem bara sama gameplay, þetta bara sama setup hjá Arena Gaming. Það virkar. Spila postplanti bara öðru sig. Já, síðasta round voru náttúrulega mjög aggressiv, spiliðu framalega, fóru hana 2 saman alveg fremst og fjallu, Mist þurfti að bjarga roundinu, en það alveg spurning hvort Axel hafi séð bara, heyrðu, við erum þessu úr, við ætlum að gera sama strakt, þau gefa okkar sætið og við ætlum að spila bara gott postplant. Nýta Sovultið sem að vantar oft upp á það að nýta bara ultið. Það eitthvað, þetta bara sama play? Nei, okkar baka út. Elgur feikar þetta play. Sáum að Omen nýtti mjög gott feikina. Eitthvað util í þetta, ég sá ekki hvort það var blind eða smoke. Sýndist þetta hafi verið smoke. En Omen sem sagt, nei, blind lítur að vera. Nei, við sjáum ekki smokein uppi, en Omen callaði þarna, heyrðu, sama playið og allir fóru frá sætinu. Þannig að ætti sprengjum bara fyrir en Simply Pitbulls. Wow!
tekur hérna frábært fraggina á Squeeze en tekin út og Mist tekur út Ami. Club samt, wow. Þetta Sheriff roundina fyrir Gold Diggers. Club finnur hérna Söru en það ekki tengja. Ég eru samt með öll últin hérna til að spila með þeim. Hérna á Tony en Mist tekur hérna 2 góða. Tony ein eftir. Ætlar síðan með bara hlaupa burt, reyna að koma hinum meginn og ná einu pikki en erfitt að gera mikið með Classic og Pera. Líkur þessu rándi og staðan 5-2 fyrir Arena Gaming. Ég hefði viljað sjá ræklikið þarna sko. Já, það samt svo erfitt að veðja á það. Já, en þú veist, þú ert 1-3, þú ert með Classic, af hverju ekki að veðja á eitthvað? Já, ekkert endilega vitlaust. Já, ég að segja það er eitthvað svona, þegar þú ert í svona stöðum að þá má taka aðeins öðruvísi sjensa til að koma þér aftur inn. Ég hefði viljað sjá hann að taka upp Sheriffinn. Já, akkurat að fara að segja það, kom mér á óvart að pikka ekki upp bara Sheriff í staðinn og var með eins að Vandal hann rétt fyrir utan en mjög náttúrulega erfitt að ná honum. Það timeoutina frá Bounceymon og ég gerir ráð fyrir því að Bounceymon sé núna annarkvort þá hann að segja bara heyrðu, að gera vel, við þurfum bara akkurat að spila saman, ekki láta lurki plata ykkur eða hann að segja við þurfum að fæta fyrir sætið. Við þurfum að ná einum tímum út áður en að þær ná að taka sætið. Nota ekki neitt svakalegt jútil til að klíra allt sætið. Nú ég með röddina hjá Bounceymon í hausnum á mér. Hann hljómar ekkert Bounceymon að vera að segja heyrðu, við þurfum að taka meira af sætinu og spila meira aggressiv. Ég veit það ekki sko, en þær eru með svakalegt postplantana frá Arena Gaming. Allavega, þú veist, þarna náttúrulega þær voru á móti Pistols. Fyrir það notuðu Sova ult til að taka sér. En þær eru ennþá með öll þessi ult og í guðannan bænum notuðu allavega eitt í þessu rándi. Notuðu bara Breach ultið eða Astra ultið bara til að koma þér inn á sæt. Taktu það bara örugglega. Síðan alveg spurning. Líður eins og séu að reyna að spara en hann vissi lurk en tekur óvart út hnífinn og er tekin út. Núna rétt tími til að bara backa off, ekki fæta og bara slaka á. Bíða eftir að þær planta. Þið eru hérna mann yfir. Ekki taka neina sjensa núna og Ryzen samt. En þá svona leita info. Elkur eru raunin að gefa frítt info tilbaka. Arena Gaming er reyndar að koma sér hérna vel fyrir Young Annie. Ekki á þægilegum stað myndi ég segja. Ekki þægilegt að koma sér af þessum stað. Ég raun bara að taka fætið. Í góðan einhverjana en flottlastana frá Söru og taka sætið vel hérna. Bara mjög flott execute hérna. Og lítið sem að Gold Diggers geti gert. Fast hérna frá Plug en fastar aftur. Tony nær allavega einum frá þessu en Sara klárar rondið og kemur Arena Gaming í 6-2 yfir. Já, frekar örugt. Komnar allavega með 6 round inn í hennan fyrir helming. Líður samt pínu eins og Arena Gaming séu betri í attackers en við höfum svo sem séð eins og Mist áður gera hrikalega hluti í defenders líka og bara þetta lið skiptir rauninni ekki alltaf öllu máli finnst mér hvor megin þær eru en ja, svo sem oftast Clutch sem að sér alltaf spila saman leik það er bara aggressive en núna spurning hvað Gold Diggers þurfa að gera til að finna sig aftur inn í þennan leik og wow, það var space peak. Mjög gott play hjá þeim, finna hérna lurkarinn. Ætla núna bara að fara yfir á miðjuna, reyna að ná þeim hérna frá bækinu. Vita í raun að þær séu ekki að fara B, gera ráð fyrir að þær séu að núna ekki komið út hérna frá Elsker. Tony tekin út af Elsker. Núna Ani að koma í bakina, Mist veit samt að því. Ani tekin út af Mist.
Núna er þetta mjög erfitt retake. Bara Sheriffs eftir. Og við sjáum hérna að Elger er að koma hættulega í bakið. Nær hérna ætti að ná bara öllum tveim hérna. En nær ekki klára Shrimply. Shrimply fær vandal á þessu en fínasta plastana. Mjög gott jútil frá Söru. Já, Sara sitja Arena Gaming mjög vel upp fyrir öll þessi plays síðustu round. Klálega mikilvægur partur á liðinu og er að gera akkurat það sem hún þarf að vera að gera, Breach. Svona kannski pínu þekktur fyrir að vera með flest assists og fæst kills. Já, þetta kemur smá og óvart að sjá bara Sara, það Söru á Breach. Já. Það hefur yfirleitt verið þarna Sunny sem er reyndan út af núna eða Ásquís. Já, ég hef samt séð Ásquís spila áður á Sova og þetta er alltaf skemmtilegt map fyrir Sova til að spila með. Öllum líkindu bara að nei, Sara sem spila líka Sova en bara preference hjá liðinu að öllum líkindum. Plöpp núna halda góðum vinkli hérna og nær fyrsta fragginu teleportar út. Tony finnur Peru. Komum með mikið af upplýsingum. Spurning hvort að reyna að fara áfram inn á B. Misti að reyna að finna eitthvað plássin á mid. Spottar Horizon en Horizon spottar hann sömuleiðis. Sýnist hún bara vera að fara með liðinu. Það er ætla að fara að taka B-ið. Núna Breach svolítið komið út. Yoru nær TP-inu út. Ætti ekki að vera allt og mikill skaði nema að þær missi allt sætið hérna. En fínasta retake hérna. Nóg ult til hjá Gold Diggers. Á meðan var Deadlock og Astra. Þannig kemur það út. Fínt að fá það út að þið vita að Gold Diggers er að fara að ulta. Þær er að fara að fæta fyrir þetta. Reyna bara að tryggja roundið. Skvísna er einn Ami, komið niður í 4-4 og bara Sara tekur út Horizon. Fínasta flash hérna fyrir sjálf sig og Plöpp Senguin tekur samt fyrst út eftir að Mist tekur Tony. Vá, svakaleg stönn hérna frá Söru. Báðar með 1 í líf, Shrimply Pitbulls, hleypur hérna í burtu og Sara klárar þetta round. Það er litli bánsinn hana. Já, stressboltinn. Ég skil alveg að þurfa á því að halda þegar þú ert ein eftir hérna, sprengja niðri, engin tími, 1 í lífi, hleypur í burtu. Já. Það er þörf á þessu. Ég veit ekki, alltaf þegar ég er að hlaupa í burtu þá er ég aldrei stressaður. Það er þegar ég er að hlaupa inn. Ég róast alltaf svo mikið niður þegar ég byrja að hlaupa í burtu en stressbollin er alltaf skemmtilegur samt. Sjáum hann að munin á þessu liðum akkurat eins og Arena Gaming gríðarlega jöfn í killum, bara 8 yfir í 10 sýnist mér. Já, Gold Diggers byrjuðu mjög sterkt hérna en eru núna, jújú, þær eru alveg að gefa smá keppni en roundin eru alltaf meira að reyna í hag. Nema kannski núna Shrimply tekur út Elger. Ekki slörk eftir hérna. Það eru hérna flestar á sætinu tilbúinir að taka móti. Fá upplýsingar frá Cypher-ultinu. Spurning hvort þær vilja fara inn. Getur verið stórhættulegt með Cypher gildrun er þarna. Dróni komin út. Finnur hérna Shrimply. Það er ekki að sjá gildruna og sjokkdartið. Reyna að finna hérna hvar setupið er. Nær því ekki alveg. Sova sendir út öruna hérna og þær fara að endriða. Plöpp Senguin nær að fela sig vel. Gott últ hérna frá Mist. Nær hérna einu örgu fraggi en Horizon tekin út hérna og Plöpp Senguin sömuleiðis. Núna er Taskmaster Tony ein eftir og lítið sem ekkert hægt að gera hérna. Labbað inn, reyna að fá 1 kill. Besta sem þú getur gert í þessari stöðu held ég. Reynir það, reynir jafnvel að fá 2. Lendi akkurat í utili þegar hún reynir að labba inn og var þetta ekki eitthvað deadlock util, var þetta ekki eitthvað trap? Nú sé ég deadlock allt og sjaldan sko. Þetta er sem sagt
nema að hefur verið breytt þessu, þá þetta ef að þú gerir hljóð í kringum þessa gildru þá gefur hún út svona lítið breachstun. Þannig það hægt að siftlabba komast fram hjá þig. En þegar að til dæmis liðir rusha inn þá getur þetta að vera mjög nótæft. En til að passa upp á flankið þá gerir þetta ekki alveg það sama og til dæmis lætur gildran. Núna hætta hérna fyrir neinir. Mjög sáttu með þetta, mjög gott play. Hlæðar í burtu. Horizon tekið út samt á miðjunni. En við erum með mjög plássina. Við erum bara að tapa gunfightsina á squeeze. 2 blokkil hérna og mist. Komin í smá bardaga hérna. Meðan Tony núna 1-5, tekur fyrstu en nær ekki að gera meira. Og í fyrri helmingnum staðan 10-2 fyrir Arena Gaming. Já, þetta pínu svona sama saga við sá fyrir 2 vikum en þá var það akkurat öfug staða fyrir Arena Gaming og við erum samt ekki að sjá hérna, já, þú veist, þá var það klott sínum einn en já. Við erum ekki að sjá 9-3 kursið koma inn í gegn. Nei. Þó að það hefur eitthvað lítið virkað í þessari deild, finnst mér. Já, þetta ef eitt lið komið undan núna, það var meira áður fannst mér, en ef eitt lið komið vel mikið á undan, þá eru þær tilbúnir að tryggja þetta. Já, eru bara orðnaði frekar og öruggar með sig þegar eru komnar með smá forskot og einhvern veginn mun erfiðar að koma sér aftur inn í leikinn á móti þessum reyndu spilurum og núna Gold Diggers hafa tækifæri reyna að fá allan einhver rounds til að koma sér inn í næsta leik og það væri þá líklegast þeirra mapp. Ég vona hreinlega að þessi bænd, það svo gaman að sjá þær spila það en sjáum hérna fyrsta roundið í seinni hálfleik byrja að labba hérna inn í 3 hjá þeim en gera það kannski bara mjög vel, gera það akkurat Jongan í snögginn og þess maður sem Tony fylgir þessu eftir. Mjög flott opnun frá Gold Diggers, ná hérna öllu sætinu og tekur svo með sér í leiðinni Ami. Reynir meira, gera það ekki alveg á meðan Hera tekur út Horizon. Ekki að líta vel út hérna, en Shrimpy tekur eitt út og tekur síðan annað fragg frá Club. Misti einn eftir 1-2. Væri hægt að segja lítið hægt að gera hérna, en ef eitthvað getur það þá það mist 1-1 og núna spurning hvort að Tony fellur fyrir þessu. Gerir þetta vel, nótar út til. Hellingstími farinn. Það tími fyrir þetta og mist. Klárar hérna, tími. Það tími og mist. Klárar rándið. Wow, vákast öruggur að það væri tími hana. Það 0,4 sekundur eftir. Það já, ekki mikill tími. Þetta leit út fyrir að vera mjög örugt þangað til að bomban hélt áfram að tikka, fór að hræða mann smá. Já. En jú, þetta var örugt. Þetta var... Ég held að það hefði dugað að jumpinga hornið hana. Fá mist til að taka beisinu út. En já. Í svona aðstæðum, þar ég myndi segja yfirleitt betra að reyna bara að jumpinga og bíða ef hún komið með hana helmingasprengjunni. Jumpinga og annarkort, eða rétt undir helming helst. Jumpinga þá ef að einhver ennþá á sprengjunni, þá þarf annarkort að eyða öllum tímanum eða að, sem sagt, eyða öllum tímanum eða að reyna að stikka. En Hei, heyrðu, við þurfum að kíkja á tölvuna hjá Mist, síðan sem tekur hana 2 með headshot í gegnum smókinn. Ætlar að reyna á 3. Hún náttúrulega hérna í Arena Gaming. Kíkja á hana eftir leikinn og fara að lesa í gegnum tölvuna þar. En Arena Gaming kom í mjög þægilega stöðu í þessu rándi. Esker flott fraggina á squeeze, tekur síðan út Shrimpy. Horizon einn eftir. Þetta stefnir allt á matchpointina fyrir Arena Gaming. Það mun þurfa kraftaverkina fyrir Horizon að sigra þetta og Sara neitar því. Það leikstig, matchpoint. Já, Gold Diggers ákveðu samt sýndist mér hreinlega að spara hana og við erum að fá timeout fyrir
bara líklegast þetta síðasta ránd eru samt, já akkurat, að kaupa fullt hana. Þér væntar að þegar það kemur að því að spara. Þetta er mjög erfitt. Já en ok, þú Hvort viltu... ert 11-2 undir. Ertu ekki bara að kaupa bara til að reyna að halda þér gangandi og eyðileggja peningin hinum megin? En ef þú tapar þessu hálfa kaupi, þá áttu aftur bara efna á hálfa kaupi eða minna en það. Já, en þá ertu líka komin í 12-2 stöðu sem þú vilt alls ekki vera í. Já. Strax og það er eitt ránd sem að þú mátt gefa, þá áttu alltaf, finnst mér, bara að eyða öllu. Bara koma þér í, reyna að koma þér alltaf í næsta og næsta, að vera að halda þér þannig að þú dettir aldrei niður þetta eina ránd. En þetta er samt hvort viltu vera ólíklegur til að vinna í einu rándi og gera þig líka ólíklegan til að vinna næst, eða bara eiga við lítinn sem engan séns til að vinna og síðan vera bara í jöfnu rándi, jöfnu kaupi. Þetta er, ég held að það sé misjafnt eftir hvaða liður að keppa. Já, ég persónulega segi alltaf að kaupa í þessum stöðum, en ég er ekki þjálfarinn þannig að ég veit ekki hvað Bangsímon var að segja núna til að reyna að peppa þær í gang í 12-2 stöðu, en Áskvís og sem að fara hana bara fram, það pera með henni hana hættulegt, en fínasta stönn hana Plöpsengun tekur henni aðra út. Þessi kemur hérna frá Sunni nær, þessi tekur hérna eitt bragg, en Plöpsengun tekur henni út. 2 eftir, móti 2. Shrimply hættulega staðsett. Það er hérna að taka spækinn. Ætla að fara í róttöki, ég gerir ráð fyrir að þær feikið að lappa mögulega aftur í neðar, eða hvað? Nei, finnst þetta bara að vera full on, það fara bara yfir að þeir vissu að þeir báðum hana hinum megin. Já, síndist Reyna Gaming hafa verið að hugsa það sem ég var að hugsa. Það er ætlað að koma aftur. Já, en ég veit ekki hvort þeir ná að heyra þetta svona langt, en ætti að heyra það allavega núna, hlaupa af stað yfir og það held að Cypher-trappið sé ennþá hérna niðri, þannig að þær ættu að lenda í því eða allavega fá þær að vita strax akkurat hérna þegar Pera annarkvort lendir í þessu eða skýtur þetta akkurat, og núna vita þær allavega hvar önnu þeirra er. Ætti að finna báðana frá myndavélinni eða hvað? Gott smók. Finna Jet. Sáu samt Astra húsið sig líka, og núna heyra þær að koma inn lítill tími. Þetta getur verið mjög erfitt, en fítbreiðana frá Horizon halda sér inn í leiknum. En deyja sem báðar út af sprengjunni. Peningurinn alveg ónýtur. Ekki mikið auka jútil sem hægt að kaupa. Nei. Hálfur skjöldur, ekkert blænd og ómenn. Þetta er samt ekki, hann er kannski ekki alveg ónýtur, hann er alls ekki góður. Nei, þetta var mjög sárt að missa þessar 2 byssur þarna. En þær halda sér inn í leiknum sem er það sem skiptir máli. Já, algjörlega vilja halda sér inn í leiknum, reyna að koma sér tilbaka, þó það sé mjög erfitt. Þess vegna bara ná smá tempói áður en að fara í næsta leik. Já, það er akkurat málið. Fyrir það. Fara þá líklegast yfir á sitt map í staðinn og lurkina frá Shrimply og Astra. Hvað? Náði ekki að klíra hornið. Pera hérna upp í game, lendir síðan bara í því að fá frítt fragg leið og hann kemur niður. Já. Þetta er leiðilegt. Þetta er ástæðan af hverju maður klírar öll horn saman hversu ólíklegt það er að einhver sé hana. Mist tekur út Annie hérna. Bryson, fínskotina á mist smá að missa. Panti komið út. 4 og 3 eru með no líf á móti, já, meitum ómenn og ekki mikið jútil hérna hinum megin. Ég held staðisleita samt, það geta bara jiglað sprengjuna. Tímur hérna frá Áskvís samt. Þarna er hérna smá skaða. En núna Elger, bara svara Áskvís, klára leikin hérna. Staðan 13-3. Já, þetta er ekki alveg kannski það sem við vorum að vonast til fyrir fyrsta leik.
þrátt fyrir, jú, það vill enginn spila þetta mapp nema Arena Gaming held ég. Já, ef þetta var Arena Gaming að velja þetta mapp, mér finnst það líklegt að það hefur verið lítið eftir. Gold Diggers velja aldrei þetta mapp. Það getur ekki verið. Nei, mér finnst það ólíklegt, en fáum bara að vita á eftir hérna. En samt fínasti leikur frá Arena Gaming, mjög samfærandi, en smá spurning hvað Gold Diggers þurfa að gera til að koma sér aftur inn. Já, algjörlega. Gold Diggers spiluðu fína leik, voru mjög yfirvegaðar hana til að byrja með, en strax svo Arena Gaming náðu að nota bara utility sitt meira til að búa til þessi tækifæri, akkurat það sem vorum að tala um hana eftir fyrstu bara 5 rándin, og allt í henni pikkaði líka. Þjálfarinn klárlega hefur verið að segja akkurat það, að nota utility sitt, og Arena Gaming hefur hlustað og bara spilaði sig í gegnum hennar leik almennilega. Já, við reyndu allavega, sá að Gold Diggers, þær voru mikið að reyna að finna einhver strats bara til að reyna að koma sér tilbaka. Þetta var bara mjög erfiður varnarhelmingur hjá þeim. Já, algjörlega. Þetta er ekki liðið sem þú vilt lenda á móti. Ég sko bara til að trufla frekar Arena, þá hefði ég viljað byrja á attackers. Af því að Arena elskar þetta mapp og þær elskar að byrja á attackers. Þannig að bara það, þó að þér líði kannski ekki fullkomlega í attackers, þá myndi ég samt vilja byrja þar, bara þannig að Arena Gaming fá ekki bara að stíga þetta stig þannig til að byrja með og bara bomba leikinn í gegn. Líka bara liðið sem þær voru með Jóru, Neon, þær voru meira svona attacker fókust lið. Já, algjörlega, og mér fannst það reyndar þær hafðu mátt spila meira í gegnum miðjuna. Það er eitthvað sem við sáum Arena Gaming nota virkilega vel. Jettin hana til að byrja með komst þér alltaf hana upp í hotnið og var hana í heaven til að trufla allt hitt lið, og þetta er þorði ekki að kontesta. Nei, akkurat, og þetta er bara vandamál sem að Gold Diggers þurfa kannski að bara finna sig í, þurfa að vera aðeins öruggari með sig, nota utility fyrr kannski bara, þú veist, jú, auðvitað náðu þér síðan þegar við vorum búin að spila hana sama trikkið aftur og aftur og göppuðu þér síðan yfir í að nota util og færði þessi yfir. Arena Gaming náttúrulega nota þetta virkilega vel, bara lesa Gold Diggers algjörlega í gegn, og já, Gold Diggers bara þurfa að koma með betra leikplan fyrir næsta leik. Ég væri líka alveg til í að sjá einhver í Gold Diggers bara reyna að taka einbattle, eitthvað 50-50 og helmingnum að skiptunum, þá vinna þær, þá er þetta 5-4, þá bara spila saman. Þetta var seinast einu skiptin sem þau fengu pick, þá var yfirleitt einan þá á sætinu og síðan þurfti að vera 4 ára rítækja sinna. Já, þetta er eitthvað, en það er allavega nóg tími núna til að spjalla á milli sín, koma sér aðeins í gírinn, fá sér eitthvað gott að borða, og bara þið sem eru að horfa á, kannski gera það sama, fá ykkur einn Red Bull og eitthvað gott að borða, og við verum bara, er ekki bara smá pása? Það er ekki bara að henda í stutt auglýsingarhlé, nokkra pásur, segja 5 mínútur, 10 mínútur, það kemur á kantana eftir. Já, akkurat. Ekki fara langt. Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum. tl.is
Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum. tl.is. Velkomin aftur. Við erum aftur að tala Gold Diggers á móti Arena Gaming. Vorum að klára fyrsta leik sem að Arena Gaming tók þetta óþægilega samfærandi. Já, bara virkilega samfærandi og já, sérstaklega með við upplýsingarna sem við vorum að fá hérna í pásinni. Já, en það styttist mikið í næsta leik. Ég held að við og liðin þurfum að fara hérna smakka nýja Red Bullin. Spring Edition. Ert þú búinn að smakka hann, eða? Ég ekki búinn að smakka hann. Nei, ég fekk mér einn í morgun, sko. Já. Fór beint í krambuðina, fekk mér einn, sko. Þegar það kemur í Red Bull, þá þarf maður að fara. Já, maður að smakka. Fínasta lykt, hvað er þetta? Grape? Þetta er hérna rosa grapefruit. Og woodruff-smakk. Já, það er svona, það er ákveðið bragð af þessu. En mér langar alltaf bara í hérna Djúmbergin, sko. Það er bara uppáhaldið mitt. Hann er bestur. Þessi er ekki að fara að taka titilinn, finnst mér. Nei, alls ekki, sko. Þetta er samt. Ég myndi alveg fá mér hann á og til yfir Djúmbergi. Ég myndi ekki fá mér hann yfir Djúmbergi. Ég myndi fá mér hann af og til yfir klassíska Red Bullin. Já, það er svona... Ég finnst persónulega sé græni. Hann er smá í uppáhaldi hjá mér á eftir Djúmbergi. Síðasti sumar. Eldar bláir. Mér finnst þessi vera með svona svipaða tilfinningu, bara smá meira svona grapefruit, svona hindi. Já, algjörlega, sko. En liðin þurfa að fara að koma sér í gang. Já, algjörlega. En við fengum sem að frétta það að við vorum með þetta kolvitlaust og það var Gold Diggers sem að valdi mappið, Arena Gaming valdi að taka sætt, sem að ég skil ekki ákvörðuna hjá Gold Diggers að velja Abyss á móti Arena Gaming. Já. Arena Gaming hefur sýnt það að þær vilja spila þetta mapp. Gæti verið að þeir séu með eitthvað svakalegt plan á attackersætinu, en við bara fengum ekki að sjá það frá þeim, út að Arena Gaming fengi að velja og voru bara að sýna bara allt og góðan leik. Já, bara taktanir á attackersæt hjá þeim er bara allt og góður og við erum sem sagt að fá mapp nummer 2 er Bind, sem að var valið af Arena Gaming. Já. Sem að, mér finnst það að vera öfisnúið. Sko, Gold Diggers hafa venjulega verið að pikka Bind, Haven, Split, eitthvað svona gamaldags dæmi. Arena Gaming hefur verið að velja meira Pearl, Abyss, eitthvað svoleiðis. Já, það gæti alveg passað, en ég gerir bara ráð fyrir að liðin séu með mjög svipað mappúl. Já, jú, það er svo sem þessi lið elskar að spila flest svipuð mapp, en við erum að fá hérna bara strax karakterina, Agents. Svipa line-up og seinast frá Gold Diggers. Já. Eru með Teo, Omen, Neon aftur sýnist mér, en eru núna að skipta út fyrir Killjoy og Gekko. Er þetta plöppsengun á Neon sem sagt, ok. Það er aðeins öðru sig. Hún var að spila á... Hún var á Jóru. En hún er samt þá ennþá að spila... Hún er ennþá duelistinn. En nú er hún, solo duelist. Já, ég hefði frekar verið til í að sjá reisina held ég. Eða bara sjá hana á ISO, bara signature pickið hennar. Já, spurning hvernig það kemur í gegn og mér sýnist við aftur vera að fá allt öðru sem lið hinum megin. Já. Fyrsta lokkinni. Teo báðum megin. Já. Breach komið hérna megin. Já, þannig kom það. Það er Teo báðum megin. Það er eina sem við höfum og það er þessi nýji karakter sem að allir segjast vera með aðeins of, bara aðeins of kröftuður á öllum möppum held ég. Já, það er, ef maður nota hann rétt, er þetta allavega stórhættulegur agent. Já, algjörlega. Við erum að fá reis þarna megin og Astrain til að klára þetta. Við erum að fara að sjá Mist á Chamber. Þetta hef ég aldrei séð. Sko, ég hef heyrt hann að tala þetta. Ég held ég bara aldrei séð hann að spila það. En engin Vice og engin Deadlock á Mist. Það er eitthvað, já. Það er nýtt. Kannski var hún bara að hitta nógu vel og hann sagði bara, heyrðu, þetta er Chamber leikurinn. Já, það er allavega Chamber svo sem ekkert, jú, það er aðeins öðru sem Deadlock en þú ert samt að það með þessi traps og svona...
Timber bara, hann tekur út byssu, hann skýtur hausa, hann kemst út. Já, það samt, Ég held allavega að hann verði spilaði þannig núna. Jú, Mist náttúrulega mjög aggressiv og mjög flott, en það bara algjörlega spurning hvað við munum sjá hér. Golddiggers velja Defenders. Já. Þannig að Arena Gaming fær aftur að byrja á Attackers. Defenders samt fyrir að þetta búið að vera breytt margoft til þess að ná Attackers í að vera skárri. Þá finnst mér Defenders yfirleitt vera mun meira favorite á þessu mappi. Já. Með hvernig ég spilaði þá það algjörlega öfugt. Já, þetta ég hef oft lent í kompleikjum þar sem að stratti hjá liðina á Attacker að pussa B í hvert einasta skipti. Út af það bara, eins og ég segi, það ómögulegt að retaka á B. Það spönninn að koma út, samt klóknin, eftir að lengur. Getur nátt fyrir, gerir þetta næri en Mist tekur hann út 3-3 en núna þetta retake sem að ég vil meina sé bara ómögulegt að koma fram. Fínt blendina. Spottar einn, Theo kemur hérna í bakið, Landsleik Tony tekinn út. Og Mist tekur hérna þriðja fraggið. Með og Timber vera að fíla sig en Shrimply í betanskapi. Þegar að næra klára rondið og sigra pistolið fyrir að reyna. Já, mér langaði að sjá betur nýtt þetta Omen Blind. Þetta gríðarlega mikilvægt util og jú, þær spottuðu eina með því. En þetta eina leiðin til að komast inn á sæti. Það var enginn að spila með því. Það var enginn að spila með því. Mér finnst Omen hefði bara mátt færa sig hana upp í hornið, setja blindið bara beint yfir og spila það frekar þannig þá koma hinar hérna á sama tíma inn, sikur og megin við, nota blindið til að labba inn. Þetta eitthvað sem við sjáum akkurat Golddiggers ekki vera að nýta nógu vel, það þetta util og svona spila saman með utili sem þú ert með. Það eru mjög fáir agentar sem að spila betur með sínu eigin utili heldur en, þú veist, að nota utili fyrir liðið. Núna Tony að píka hérna, sér eina. Finnur hérna einhvað info, labba burt og Plöpp að rótita hérna. Heyrðist, ég veit ekki hvort að þetta var Tony eða Arena sem að gaf fljóð frá sér. Spurning og þetta Arena. Vita allavega af 2 ef ekki 3. Það má info að það fyrir komið inn, Plöpp tekur út eftir. Ekki staða. Shrimply tekur út einhverjum á Söru en Shrimply tekur annað á áskvís. Komin yfir í 2-2. Frábært íkorondina frá Golddiggers þegar en það ekki búið Goldblast hérna frá Gekko. Horizon ekki ná meira. Tjara komin inn hérna fyrir Golddiggers og gera það vel og Horizon næri hérna að vinna íkorondin. Þetta var mikilvægt. Klassik og draumur og gaman að sjá Fjöru koma hérna inn. Þetta sem sagt, var ekki í seinasta line-upi. Nei, hún kom inn í staðinn fyrir hvern? Og Young Ani gerir ráð fyrir, sem var á 9. Jú, það passar. Við erum með Shrimply, við erum með Plöpp, við erum með Tony, við erum með Fjöru og við erum með Omenin Horizon. Þannig Young Ani út og Tjara inn. Tjara gerir vel hérna og nær einu pistolkilli og í raun sigrar rondið þrátt fyrir að Horizon hefði mögulega getið gert þetta. En mjög vel spilað hérna og eru núna á mjög flott kaupi. Á meðan Arena Gaming fastar hérna í spari. Spottaður út fljótt af törninu en bakka mjög fljótt aftur líka. Spurning hvort að ég vilja bara feika út og hlaupa yfir. Sjá samt Tony hérna með svakalega báðum en ég veit ekki hvort hún var að reyna að ná þættinum eða hvort að hún var bara að reyna að fá info. Allan picked off og bara alls ekki það sem þeir vildu. Omenin færir sig fljótt yfir en núna þær 2 og 2 sikur sæt á móti 5 að koma hérna yfir á B-ið. Fengu líka einn vandalegna fyrir þetta pick. Náður að pikka hann upp? Hljóta hafa náði.
Ég held að enginn hafi hlupið upp til að ná mögulega ég. skipta honum út fyrir Bulldogin. Gott til hana áskvist nær að taka tjöru sem var hana backside og þær að nýta hennar litla pening sem þær voru með virkilega vel. Þannig alltaf hana einn vandal komin í hendunar á Arena Gaming og Ekkur gerir gríðarlega vel með Sheriff-skotinu nær headinu og núna Horizon fer inn í 2. Þetta ekki það sem þú vilt sjá eftir að hafa unnið Eco-round. Arena Gaming taka 30 á móti. Það var, ég held að Tony hafi verið sem sagt að leita af einhverjum gunfights og bjóst bara ekki við að það force-kaupi að ekki köfti. Já, algjörlega. Erum núna að fá timeout hjá Bangsimon. Ekki alveg með svakalegt kaupina í boði. Nei, sjáum reyndar Horizon búin að kaupa, spurning hvort hún selur þetta bara aftur. Skemmtilegt trikk sem að Valorant kom með inn í þessa leiki. Hún náði að kaupa í næsta rúndi samt. Hún væntanlega lifði af, hún var að spara í seinasta rúndi, var með held í Guardian sem að hún fekk frá Arena Gaming úr rúndinu fyrir. Samt enginn að spila sniper í þessu? Enginn sem að vill taka vappan upp og byrja að skjóta þannig? Bind mjög skemmtileg mapp fyrir það. Þessi lið eru ekki mikið í því en misti væntanlega á Chamber núna og líklegasti leikmaðurinn til þess. Já, næstu við komum með ultið og náttúrulega bara með sniper í ultinu sínu en ég held bara að það sé engin annar sem að svona confident með mikið sjálfsöryggi á vappanum. Já, það þá eitthvað sem að þær þurfa að finna út úr en Horizon ætla að breyta kaupinu sínu eitthvað, fer yfir í Guardian. En þá líklegast með eitthvað util sem þær þurfa að spila í kringum. Sjáum að keyptu allan eitthvað util þá bara með minna í byssum og skjöldum staðinn en Arena Gaming að byrja þetta round og voða rólega. Ekki ómögulegt fyrir Golddiggersina, nýbúin að vinna sambærilegt round. Ekki alveg allir með vandal þá en geta klárlega gert eitthvað mikið hérna. Stjörnunar komnar út, koma sér hérna í góða stöðu. Ná engum upplýsingum samt. Kjara lélegur staði til að vera. Ekki gaman að lenda í þessu en hún kemst út. Það stæði með hérna. Er að tekja út fyrsta Sara tekja út að mjög erfitt rítæki hérna bara klassik í bóði. Upplýsingar komnar á Tony og Ræsson tekir í hausinn. Lítið lífi eftir. Við erum samt með bæði plássinn, hann kemur open blindið út. Náðum ekki að spila í gegnum það áskvist. Þær kemur á báðar. Bara Sara klárar roundið og Arena Gaming að spila bara frekar örugga leik. Það sem við ná 2 flawless rounds í röð. Fín tilraun samt frá Golddiggers. Já, algjörlega. Omen blindið allan að betur nýtt þarna kemur þeim inn í sjónina en fleiri Arena Gaming players á sætinu í þetta skipti og ómögulegt að ná að blinda þeim allar nema að þeim myndi bara standa hreinlega ofan á hverju annari en Golddiggers allan að koma með alla byssuna sínar upp núna og þurfa að finna þetta round til að svona koma sér aftur í gang og sjáum að Plöpsengun reyndar alltaf bara að laupa hérna inn á móti gott util nota á mótinni og núna hún líklegast í algjörum vandræðum og akkurat lendir í bara öllu þessi util á móti Ekkur nær að opna roundið og Arena Gaming koma sér vel inn Ræsson kemst alveg út af hann mikilvægt og ennþá lífi í þessu roundi Kjara spottar hérna ekki og tekur hann út ná ekki að stöðva roundið hérna Ræsson sem tættir það staðsett það er ekki mikið meira og það eiga hérna lampan og Ræsson tekur sér út 4 og 3 það er nokkuð skot sem tekur upp áskvísni þar Ræsson það Kjara að hlaða byssunni getur virkað bara mist eftir notar ultið sem að
Spes ákvörðun. Mjög stór mistök. Hún ætti að vita að hún sé einn í lífi en finnur allavega síðasta fraggið og nær að tryggja rándið. Var þetta óvart eða var hún bara virkilega að nota ultið sitt í 1v1 situation? Lítur að hafa verið óvart. Ég trúi ekki að þú pikkir upp sniper, þegar þú ert í þessum stöðum venjulega og það er sniper eða ef þú heldur á operatorunum, þú tekur upp vandal í staðinn. Þú vilt ekki nota operatorinn í þetta 1v1 situation þó að ef þú veist nákvæmlega hvaðan það er að koma eins og Mist náðu að predikta þarna að þá ertu með línuna og þú ert bara með eitt skot í body örugt en það er svo gríðarlega erfitt þegar ef þú ert ekki með fullkomnar upplýsingar að þá ertu mun erfiðar að svinga með akkurat þessum snæperum en Mist nær að klára þetta round og Arena komin bara í virkilega góða stöðu enn og aftur. Já, þetta var vel spilað hjá Mistana þrátt fyrir að hún tók óvart út oppinn eða ultið en núna þetta er inn Ræsson tryggja þessu spurning hvort að ekki náði einhverju en að fá Ræsson eða hvað Ræsson tekur út Elko á skvís mista alveg af henni, ná ekki að klíra hornið alveg þrátt fyrir að ég er alveg nokkuð viss að þær hafi síðana. Ég held ekki. Þegar það lappaði hana út þá einhvern veginn svingaði þér tilbaka. Við vorum að horfa á POV þarna frá einni af þeim og ég sá í bara smá en gæti verið að einhver smá viðskilningur eða ruglast við eitthvað. 30 seconds left. Bækin ætti að fara niður samt Spike planted. Last player standing. One enemy remaining. Peru. Mist einn eftir á móti Strange Pebbles. Ég er með Killjoy ulti hérna niðri, þannig að farðu bara byrja þetta fjósið, akkurat ná helming. Nær allavega helmingnum, gerir það og stendur, er hún ekki komið með byssu hana sýnist það en ákveður að fara í lótið, hættulegt move, Mist, spila þetta gríðarlega vel, er bara að píka þegar hún þarf að píka og hoppa tilbaka. Ég að reyna að gabba með eitthvað til að koma lengra út. Gerir þetta gríðarlega vel til að bjarga þessu rándi fyrir Goldigers og það er þrifti fyrir þær. Aðeins of mikil græðgið hérna frá Mist og Shrimpy spilar þetta vel, nýtt tíman vel og nær öðru rándinu fyrir Goldigers. Axel ákveður að taka leikli fyrir Arena Gaming. Spurning hvort hann hefur bara verið ósáttur við þetta ránd. Gæti verið. Það er eins og þið segir, þær sáu rétt svo í ómennin. Já, og líka bara þær voru lenda í þrifti. Já. Þær eru teknar niður af lágum byssum og þetta er eitthvað sem á ekki að gerast þegar þú ert á þessum stað. Líka það í postplantinu, þær voru, Mist var smá að leita af killinu frekar en að bara ekki leyfinni að klára þetta fjúsið. Jú, náttúrulega þessi skot, það er akkurat það sama þú varst að tala áðan að þeir staðin fyrir að vera bara jump píka og reyna að eyða tímanum og fer í skotin og býr til þetta tækifæri fyrir Shrimpy að koma tilbaka og ná skotunum akkurat á móti en virkilega vel gert samt hjá Shrimpy hérna nær bara ultinu niður, býr til tíma, nær allan að half-spikeið og ég held að það hefði bara skipt öllu máli til að ná þessu rándi. Ég held að hún hefði ekki verið með tíma til að klára alla bombuna eftir á og Gústað hefði mun meiri pressa akkurat í að gera það. Sama með hvernig Shrimpy var að leita af killinu. Það er það sem að, þegar þú ert í árás þá þarftu að drepa andstæðinginn, annars getur hún bara skotið þegar þú ert að fara að klára eða stöðva þig. Þannig maður þarf að leita þessu og hún leitaði eins mikið og hún gat, var alltaf tilbúin fyrir þessu. Mjög vel spilað frá henni og svo sem líka frá Mist en var aðeins of gráðið að næja endan. En bæði lið með fínar byssur held að Arena Gaming ætti alveg að vera í góðum stað. Ulti kemur hérna út til að klúra bara sæti fyrir að þetta er eins einfalt og það gerist. Það er eitt ult og þú lappar inn og tekur allt sæti fyrir þig. Her að Sara á skvís, taka 3 ykkur killin. Chamber ætti að ná hérna Killjoy, Shrimpy
One enemy Veit ekki remaining. af henni. Og nýbúin að taka upp held ég allt í utilisi. Leiðilegt er að þetta gerist þegar Horizon eina eftir, ekki mikið sem þú getur gert. Spurning hvort hún eigi bara að spara hérna. Reynir að finna pickið, en það er, já, Team Ace. Hvað þýðir það? Allir í liðinu náðu að drepa, náðu einu elimination. Er það? Er það alveg örugt? Mér líður eins og ég hafi einhvern veginn fengið Team Ace án þess að, er það ekki bara ef allir eru partur af? Nei. Er það? Ok. Ef allir drepa einn, nema það ef það er eitthvað revive, sage ult, clove, ult. Já, akkurat. Þá ef allir ná einum og einn eftir með þremur út á ultinu, Já. þá telst það líka sem Team Ace. Team Ace hjá Arena Gaming sýnir bara hversu flottar þær eru, geta allar fundið sín picks, það eru allar öruggar með sín skot og Goldiggers spila mjög aftarlega hérna finnst mér fyrir lítið bæ, eru líka bara ekki með ekki með staðinn, en núna Arena Gaming að reyna að koma sér hérna inn og Tony ekki á skemmtilegum stað þarna. Nú elskir hérna, notar últið, fyndir hérna Tony og eiga sætið. Það var ekki flókið, enn og aftur virkilega vel spilað að nota eitt ultimate til að koma sér inn og taka sætið. Þetta er hvernig þú átt að vera að nota Spike planted. ultimate. Up and away. Já, geta nota gættu sem þetta móti áskust tekur gildu hérna. Kannski langt frá því að vera þessu úti. One enemy remaining. Flawless. Tekur út annað og þriðja, Sara klárar randið. Vel spilað hjá Arena Gaming og við erum allan að sjá miklu meira af ultimates vera notuð núna. Það er eitthvað sem ég er búinn að sjá allt of oft bara í þessari deild og mér finnst það að vera sérstaklega hjá Arena Gaming að það er bara að halda þessum ultimates bara allan leikinn. Það var einn helmingur sem við sáum mist fá ultimate í round 2 eða 3 og hún notaði það ekki allan fyrir hálfleikinn. Ég veit að það er erfitt að þetta var deadlock ultimate, þetta er ekki besta ultimate í heimi og þarft í raun að vita nákvæmlega hvar allir eru til að reyna að nota það eitthvað. En samt hægt að nota það til að klíra inguls. Já, akkurat, í versta falli. Já, hægt að nota það bara til að setja smá pressu og hitt lið. Láta þær hlaupa í burtu, gefa upp einhvað ingul. En Arena Gaming að gera allt rétt núna og Goldiggers ekki með svörin þegar við förum inn í þetta næsta round. Aðdáðandi af playinu hérna í HSP því að ætti að muna litlu hérna. Það er ekki alveg að tengja í hausinn. Góð tilraun samt finnst mér. Það er gott að prófa þetta nýtt. Núna ætla enn og aftur setja bara misti hérna eina á B-sætið og núna fer liðið í rotate. Rólegt hérna til að koma sér inn á site. Veit held ég ekkert af þessu. Það eru búin að vera silent allar eil og þarna er Tony tekinn bara strax niður, vissi ekkert að þeim. Horizon búin að færa sig og Arena Gaming kom með þetta site næstuð bara frítt. Það var helt næstuð að færa sig hann upp og í algjör vandræðum Horizon loksins nærinni. Núna er Goldiggers nota alltið til að reyna að koma sér inn en Ásqueeze las þetta í gær og klárar roundið með 4. Sýndist, ég sá þetta ekki alveg, sýndist Gekko-ultið hafa verið örugglega að fara úr smókinum meðan Ásqueeze var að fara inn. Já, þetta var eiginlega, það eru þessar tímasetningar í þessum leikjum sem eru svo leiðilega stundum. Maður veit einhvern veginn aldrei hvernig þetta gerist, en það er alltaf pixel til heppni í þessu. Já, heppni fylgir öllu í lífinu og þar er rafíþróttir meðtalið. Ásqueeze með svakalega leikina, 15-3. Ásqueeze búinn að vera líka á breach af öllum kartum. Já, ennþá með hérna 7 assist. Já, hef bara búinn að vera risapartur af þessu liði núna. Báða leikina var gríðarlega flott á sóanum áðan líka. Og Goldiggers
ekki alveg að finna sig hérna. Gaming sér með öll svörin og koma sér hérna enn og aftur inn á sætið. Fá þetta bara frítt en það er enginn sem tekur á móti þeim, enginn sem deyr allavega í staðinn. En þessi Robert ætti nú að hafa gert einhvern skaða. Nei, Tony má að taka hann út. Spike planted. Núna, ég veit ekki hversu oft við höfum verið í þessari stöðu. Það er að reyna að ná einhvern bestu hérna í bak. Frá Goldegers. Last player Alveg rétt þegar standing. við vorum að tala áðan, þetta er mögulegt núna við séum með flankið og Arena Gaming sýnir það hér og nú bara að Goldegers eru ekki að spila þetta rétt og Arena Gaming komnar í virkilega þægilega stöðu í 8-2. Þetta er mómentið sem þú áttar þig á, það er eitthvað virkilega mikið að og þú ert eiginlega of seinn til að fara að laga það núna í þessi fyrri helming. Þetta er þrátt fyrir að sé ekki ómögulegt comeback. Þetta lítur alls ekki vel út. Þetta er svona aðalmálið er að það er svo erfitt að finna þessi 2 rounds núna en Segwin gerir vel í því og Horizon fylgir því eftir en núna lenda þér í þessu hrikalegu util og Sara nær að pikka þér aftur tilbaka. Núna mögulega eitthvað flenki í gangi. Þetta er You are divided. nú aftur, ég líka eitt annað sem að ég er bara að taka eftir núna. Ég hef ekki séð mikið af Timber. Sara tekur hérna út kjöru. Hún var aftur í yfirtölu. Spike planted. Fýtt dróni en finna hana ekki. Núna botnleggina frá Slimpy tekur út áskvís. Þetta er akkurat smá af því sem að vantaði hjá Goldegers. Vorum búin að sjá það einu sinni áður hjá þeim á akkurat A. Það vantar bara algjörlega að fáum þetta líka B-megin. Á púlinu frá Astra. Þá haldið mjög vel, vita ekki af fyrir hérna í bak eða hvað. One enemy Hann remaining. er tekin í gegnum kassan. One enemy remaining. Slimpy Horfði hinn áttina. reynir sitt besta en Sara lokar rándið. Kemur stöðunni í 9-2. Sama staðið, við sáum áðan 9-2 og möguleiki að fara aftur í bara nákvæmlega sama fyrri hálfleik í 10-2 fyrir Arena Gaming ef að þetta round fer til þeirra en Mjög falleg postplant þrátt fyrir að líður eins þetta var mjög skemmtilegt util allavega. Já, mér líður samt eins og Slimpy var með réttu hugmyndina hana út að þær voru tvær eftir á móti einni. Að spila í sitt hvora lagi er ekki besta spilið. Leika að spila saman fyrir treytið. Já, en ok, þú ert með turretið allavega. Þú átt að setja það niður og byrja flank, eða byrja diffusion. Það er, ef þú ætlar að horfa í þessa átt allavega að setja bottan fyrir fyrirtegn. Þannig að hún þarf að láta vita ef hún ætlar að koma þarna en Breach Ulti kemur út til að taka sæt og eins og ég talaði áðan, þetta er akkurat hvernig þú átt að gera þetta. Það er frítt sæt og það ná meira þess að pikki á tjöru hérna í leiðinni. Sjáum hérna Theo í bak. Ekkert trickmæli hérna. Það er góðri pressu, má bara ekki deyja hérna. Heldur sér lifandi. Þetta er líka bara svo mikilvægt á það að þarf alltaf að vera að fylgjast með bakinu. Og eftir teiksamtina, þriðja braggið og þar að fara í ásinn. Last player En standing. Pera tekur hérna fjórða og áskvís klárar randið. 2-10 helmingur, alveg eins og seinast. Algjörlega og Switching sides. virkilega vel spila hjá Arena. Notuðu akkurat þetta util sem ég er að tala um. Það er alltaf að nota ultimate til að koma sér inn og vera bara frekar öruggur á því. Sáum reynda smá mistök hinum megin sem að ein steig út bara beint eftir að Breach Ulti var búið og Arena Gaming var komið með allt sætið. Var ekki alveg tilbúin í þetta og Arena Gaming fekk frekar hratt pick út af því. Náði síðan bara að klára randið með yfirtölu allan tíman. Það er bara, Arena að gera allt rétt og Goldegers í smá vandræðum. Seinni helmingur að byrja
fullkominn tími hérna fyrir einhvern comeback handa Goldigers. Ég hef mikið YouTube notað hérna til að byrja með. Þarftu hérna smáðist communication Pera blokkar flassið frá Áskvís. Marga búin að taka smá skada en að á að reyna Ói! One enemy remaining. Þetta var klipp á dagsins. Þetta má ekki. Þetta er, jú, þetta er vámaður. Þetta Timber. Þetta er eins mikið og þetta var bara smá allir lænuðu. Þetta var svo gullfallegt. Þetta var gullfallegt og á sama tíma er þetta svo ógeðslega ljótt. En akkurat það sem Arena Gaming bara vildi fá í þessu rándi til að reyna að klára út þennan leik komnar í 11-2. Sjáum enn og aftur Goldigers ákvað að spara til að reyna að koma sér inn í næsta ránd frekar. Sjáum að það náði einu rándi tilbaka í síðasta mappi en ég er ekki viss þetta skipti. Núna hlauparinn að hratt inn með þessum pislum. Áskvís tilbúin í þetta mætir bara framfara. Tony gerir vel nær einum. Það kom sér lengra inn, notar utility til að labba lengra inn, fá meira space, með allt þetta info, allt þetta space, gerir vel nær einum en Tjara tegur hann tilbaka. Pera nær einni Horizon tekur hann út tilbaka. Með sprenginu niðri en bara með glassbreak og líkin út þöru. Og deyja tvær, sem jú, fínt fyrir Goldigers. Þetta er ekki fullkaup fyrir það að reyna. Nei, en mér finnst þú alltaf vera að sitja í verri stöðu með því að gera þetta svona. Ég veit ekki hvað það er, ég vil frekar og takir sjansinn á því að þú vinnur þetta svona force buy, svo kallað. Það lítur nákvæmlega eins út og seinasta leikur finnst mér. Þetta lítur nákvæmlega, við erum að spila sama leik hérna aftur bara á öðru mappi. Round 12 timeout hjá Bonsimon. Ef ég á að sitja út á eitthvað sérstætt hérna, þá er það mappið. Mér finnst það að vera Arena Gaming vann þessa viðureign áður við byrjum fyrstu leik af því að Goldigers pikka Abyss. En kannski er Abyss besta mappið hjá Goldigers. Mér er alveg sama. Þetta er besta mappið hjá Arena Gaming. Hvort viltu? Og liðið sem er betra á mappi sem þú kannt ekki, þær kunnu mögulega. Eða bara fara á þægilega mappi sem þeir liðu best á. Ég hefði viljað sjá eitthvað mapp sem að, það var bannað hana Split reyndar. Örugglega, það var þá af Arena Gaming sem er rétt ákvörðun af því ég hefði viljað sjá Split frá Goldigers. Já, Goldigers eru mjög flottar á Splitinu. Já, akkurat. En þar á móti, pikkaði bara eitthvað sem að það eru allir vanir eða þá að það eru allir óvanir sem að væri þá frekar Haven eða eitthvað svona bara eitthvað annað pikk heldur en Abyss. Eitthvað annað pikk. En með við kraftin sem að Arena eru búin að vera að setja í leikinn. Með við kraftin sem að Arena eru búin að vera að sína í þessu móti kemur ekki á að hlifa hvert einasta mapp er búið að vera eftir. Þú veist, jafnvel að þær séu að banna eitt af mappunum sínum til að eiga það inni á móti Clutch í úrslitum. Tony með fínt pick. Komið niður í 4-3 fyrir Goldigers. Ég voru reyndar að lenda allar á sama sæti nema það er ein Neon hana ennþá hinum einn að lurka. Færir sig lóksins núna að leita að einhverjum sem að færa sig yfir en núna lenda hana saman. Áskvís finnur fyrsta picki hér inn á þessu sæt. Reynar að koma sér út en Horizon tekur vel á móti. 3-2. Með átlóðin en ekki að fara alltaf mikið að hægja postplattiru. Nú reynir að finna hana Omenin Horizon og Sara klárar Horizon. Tjara sér mist er átlóðin að Tjara ekki að vera með sér ármál. Tjara með flott en mist með hausinn en Tjara klárar rándið.
Við erum að spila sama leik. Já. Þetta bara, við erum að spila nákvæmlega sama leik. Nema mér finnst reyndar Gold Diggers hafa spilað síðasta map betur. En mér finnst það líka hafa verið einn playerinn hjá Gold Diggers sem að spilaði síðasta leik betur sem var tekin út. Við sjáum akkurat að Tjara þrátt fyrir að hafa komið ágætlega inn positiona sig illa og bara ekki búin að vera jafn öflug og hún heitir aftur Annie, takk fyrir. Young Annie var meira í opnunum en Tjara búin að loka á heldur 2 af þessum 3 rondum sem að þetta eru öðruvísi spilarar. Við erum að skipta Neon út og við erum að fá Gekko inn. Þannig það er svona erfitt að segja, þú veist, sama með kannski vill Annie bara stöfum Neon en Klubber Neonin á þessu mappi og hún ekki með neitt pikk hérna inni. Þetta Gold Diggers Klubb með flott frakkina á mist. Ég veit að Gold Diggers eru að skipta line-up eftir mappi og það góð ástæða fyrir því. Ég allan komnar í 4. rúndi 3 þrátt fyrir að Neon sé með lítið sem ekkert health eftir. Spurning hvort það vilja koma hérna yfir á sætið af því að það eru allar að fara að mæta á móti en fyrir að hann að fela sig inni. Það spottuð en tekur út Klubb. One enemy remaining. Það er með svakalegt innfært í þessum leik. Bryson tekur út eina en Elker tekur og flott blindina frá Omen. Vel spila sem lið, Tjara lokar rándið og finnst komin breyting. Já, við erum ekki að spila sama leik síðast. Þarna kom breytingin, Gold Diggers. Þetta það sem búið að vanta svo mikið. Það spilaði svo vel saman í akkurat þessu rándi, náðu að nota Utility vel, Omen blindið til að klára rándið. Þetta það sem við viljum sjá frá þeim. Spurning hvort við ekki fáum ekki bara fleiri rounds frá þeim núna. Þeir eru kannski komnir í smá gýr en Arena Gaming að fara að prófa smá ljótt move. Þetta það sem að flestir vilja taka þegar þeir eru að spila í ranked hérna. Þeir eiga að gera ráð fyrir þessu og gera það straight. Frábært bakkina, upp fyrir reip, smá trade. Það ætti að vita að sætið á B hópið. Byrja að pinga það, byrja að lappa eftir næði, en langar að finna eitthvað meira. Tony tekur út Peru. Hættuleg staði hana fyrir Plubb. Neon samt á að komast upp með þetta og gera það. Mist reynda með Sniper uppi, spurning. Samt alveg smá mistök, hún þarf að reyna að gefa einhverjum í liðinu sínu tappminn og gera það. Já, hendir honum bara niður, með ultið uppi og lappar inn í Tony. Rétt svo mistur á hausnum en gerir ekki til. Locating targets. Núna allar að koma hérna í dag. To suppress. Fattar strax hérna og þetta ótrúlega erfitt en Ásbís. Hvað að gera? Tilbúin að fara heim hérna. Klipsæti spurning hvað Bryson tekur út eina og það bara spila tíma en gerir það ekki. Hún spila bara fyrir aimið sitt og gerir það vel. Þarna ætlaði hún að gefa mér hjartaáfall. Ég held hún væri að fara að klúðra þessu randi en hún nær skotinu og núna hún með núna þær með akkurat nokkur ultimates til að koma sér inn. Gekko og Theo Ultimate mjög mikilvæg en á móti Breach og Theo náttúrulega gríðarlega öflugt og Arena Gaming ættu að spila bara retake hérna. Mér finnst þetta líka að vera mjög hættulegt hana að Gold Diggers ákveða að nota, ég veit ekki hvort að ákveðu eða voru ekki viss með þetta, en ákveða að nota ekki Gekko ultið. Það var létt leið til að tryggja rándið en þetta var samt áhætta á að rándið ennþá winnable. Já, sjáum reyndar mun á milli liðana núna, þetta mun meiri heldur en við sáum í síðasta leik. Horizon búinn að stíga mjög mikið upp. Já, algjörlega, Horizon búinn að koma sér inn í hennar leik og búinn að nota Utility aðeins betur núna, sérstaklega blindið. Líka bara að treysta á sjálfa sig meira. Í fyrri leiknum þá var hann allan tíma bara að fela sig á miðjunni og gaf Elk bara allt plássið sem hún vildi. Mér líður líka bara pínu eins og við erum að sjá Gold Diggers, Ravihöttur og Controllers. Þetta eru öll frábær lið, frábæri spilarar en við erum bara búin að
segja þessa sögu alltaf oft að þessi, það sem að hét Venus, núna Arena Gaming, Clutch og hreinlega náttúrulega Valkyrjur á sínum tíma þær eru einhvern veginn ekki að spila sama leik þegar þeir eru að spila á móti stærri lið. Þessi 3 liðina sem þú varst að minnast á sem að hafa verið eftir í leik áður. Þeir eru aftur þekkta fyrir þetta. Bara að vera búin að spila meira í liðsaðstæðum. Þrátt fyrir að mér finnst Ravi höttir. Mér finnst þær vera sem einstaklingar ekki alveg jafn góðar á flest önnur lið. Sem lið þá eru þær samt mjög góðar þegar þær eru ekki á móti sem topplið. Já, en við erum að sjá Arena Gaming vera mögulega klára þetta. Nú er þetta Hero Moment Horizon. Þú þarft að finna þetta round til að halda liðinu þínu gangandi 1 á móti 5. Núna Elgur finnur hana úr þarna eins og hún reynir að finna pekinn en bara lendir í því að finna ekki þessi 1v1 sem hún vill gera og það er Arena Gaming sem að tekur þennan leik. Þessa viðureigning kemur sér í úrslitinu á móti Clutch. Mjög flottur leikur þarna frá Arena. Gold Diggers byrjuðu að bæta sig útrúlega mikið í endan þarna. Já, algjörlega. Og sama með bara í endan á fyrir hálfleiknum byrjuðu að nýta það að flenka lurka út að það var ekki alveg nóg af tripmensina frá Chamber í notkun. Nei, alls ekki. Arena Gaming setti sig ekkert gríðarlega vel upp fyrir flankin. Jú, voru kannski á réttum stöðum fyrir það en voru ekki að nota utility til að mæta móti flankinu. Já. Arena Gaming gerði samt virkilega vel, komið sér hratt inn á site þegar þeir vissu og það ég get ekki sagt þetta nógu oft. Það notuðu ultimates bara vel í þetta skipti og oft og bara ákveðin ultimates sem að Breach-ult og Theo-ult bara koma sér inn á site að skipta svo gríðarlega miklu máli. Ef þú færð bara frítt site þá ertu með miklu einfaldari leik að spila 5 á móti 5 í post-plant. Ég held að það er unnu 7 eða 6 rounds á post-plant á B-sætinu. Það er akkurat málið. Þetta er bara gríðarlega mikilvægt og þeir spiluðu líka virkilega vel á sætinu. Náttúrulega notuðu meira þegar þau voru með Breach og Theo-ultin á þau sites og spiluðu síðan Defenders. Jú, þetta voru smá mistök. Í raun töpuðu jafn mörgu og þeir unnu hana í Defenders. Þetta var 3-3 í seinni hálfleiknum þannig séð en Gold Diggers það vantaði eitthvað upp á komu allt og seint í réttan gír og já, þetta er bara Arena Gaming átti þetta klálega skilið. Já, en þá er allavega komið að því Arena Gaming er að fara að komast áfram í úrslit á móti Clutch en við ætlum að henda í smá pásu hérna, við ætlum að fara í viðtöl fyrir þau sem að hafa áhuga við Arena Gaming þannig ekki fara langt, sjáumst eftir smá.
með Marey eða Peru mætta í viðtal frá Arena Gaming. Já, takk fyrir að hafa mig. Bara fyrst og fremst, hvernig líður þér? Bara mjög vel. Við vorum ekki alveg viss með bændpikkið, en við höfum spilað svo lítið af því að við ákveðum bara að negla á það og þá vitum við hvað við þurfum að laga fyrir úrslit. Brimar var mjög fastur á því í vídeóinu að Abyss sé eitt af betri möppunum ykkar. Það já. Hvað finnst þér það að Gold Diggers hafi valið á móti ykkur? Sko, ég held þær vita alveg að við erum góðar á Abyss og þær eru alveg góða vinkonar okkar. Þannig ég held þær vita svona að vissu marki hvernig við spilum. En við höfum ekki fengið mikið að sína núna á þessu sísoni hvernig við erum búin að vera að spila þetta. Nei. Þannig, og þetta er bara svakalegt komfort hjá okkur. Þannig að það er bara confidence-ið. Er þetta liðið upp í aðdáendaklúbb? Þannig er afmælisbarnið, hún er Elín. Elín afmælisbarn, það er Elgur sem Já, bara til hamingju með það. Já, takk. Þannig. En já, einmitt bara mórallin var mjög góður. Sérstaklega þegar við fæum að spila comfort pickið okkar. Við vorum að stefna á að pikka það. Já. En svo pikkuðu þær það bara undan okkur, þannig það var bara geggjað. Var örugglega bara eitthvað komfort hjá þeim líka. Já. En þetta var mjög one-sided sérstaklega á Abyss. Já. Er einhvað sem að þið tóku eftir, sem að þið náðu svona að misnota í rauninni, einhvað sem að þið gerðu ekki, sem þið náðuð að punisha? Sko, það var til dæmis 1 round, þar sem Neonin pushar ein út að main. Já. Og við og hún bara, það er ekkert annað util með henni, þannig við náum bara strax, við erum 3 sem tökum á mótinni. Já. Þannig, og við náum bara að punisha það strax og bara fáum sæti eiginlega frítt. Já. Þannig að kannski eitthvað þannig lítil mistök. Svona util-wise mistök þá. Já, en í leiknum, svona frá því sem ég sá, var markmiðið bara yfirleitt að komast inn á sæt, ná plantinu, spila postplantið. Já, svolítið. Við náttúrulega erum með mjög gott postplant util. Já. Sérstaklega þegar við erum með breach og sófa últin uppi. Já, þetta var akkurat svona það sem tók eftir, þið náðu sæti og þið bara unnu á plantinu. Já. En síðan í leik 2, þetta var, þetta byrjaði mjög svipað, en hvað breyttist í þegar þið skiptuðu helming og þær tóku auka 3 rounds? Sko, við vorum líka að prófa nýtt komp á Bind, með östruna. Ég er að spila hann í fyrsta skipti á Bind og Chamberin hjá Mist. Þannig við vorum, það var kannski smá óöryggi þar. Og bara svona smá stress, en þannig ég held að það hafi kannski spilað inn í líka Thrifty roundi í byrjun. Já. Það er bara við spiluðum það round illa. Hvaðan kom Chamber pickið? Mist elskar bara one-tricka einhverja Sentinels. Já, en það vantaði smá upp á Sentinel. Já, hún er með ákvað að prófa, hún er náttúrulega bara mjög vönd deadlockinu og spila hana rosalega vel, en svona aðeins að spæsa things up. Já, það hljóma líka bara vel. Já. Bara breyta smá til, en núna eru það að fara að keppa móti Clutch eftir 2 vikur. Já. Eru þið einhver búin að plana fyrir þann leik? Sko, við erum alveg búin að vera að skoða möpp, skoða strats. Já. Þannig við erum byrjuð í undirbúningi. Já. En eins og það er ennþá alveg 2 vikur í þetta, en við höfum nægan tíma. Og við þekkjum alveg Clutch svo sem maður veit cirka hvernig það er spilað út. Það sumt alveg kemur manna óvart og það var alveg sérst í leikjónum á móti okkur sérstaklega. Já. En þetta er mjög oft svipaður playstíl alltaf. Já, það er spila yfirleitt svona sama og bara í hverju einasta leik. Já, nokkulega. Já, en það verður allavega spennandi að sjá. Já. En annars bara takk fyrir komuna og bara til hamingju með sigurinn. Já, takk hérlega fyrir mig. Herru, núna ætlum við að fara að loka á þetta. Eftir 2 vikur er úrslitaleikur. Það er Clutch á móti Arena Gaming. Sjáum eftir það.